Sælverið og velkomin í Flugsmiðjuna. Ívar hér. Í þetta skiptið ætla ég að hnýta flugu sem heitir Teal and Black. Teal and Black eins og við segjum, eiginlega alveg eins þær systur Teal and Black og Black Panel. Og ætla það sé ekki ástæðan fyrir því að það virkir svona vel. Þetta er greiðlega fiskið minnstur og svínvirkar í mörgum aðstæðum. Ég ætla að zooma okkur pínkulítið út þannig að við sjáum hvað við erum að gera hérna. Full mikið af því góða. En það er sem sé gulur, þessi gullfasani, svona bekkfjör af gullfasana, séðast hérna, sem fer í skottið á flugunni. Og það er fest niður svona, þannig að báðir svörtu punktarnir sjáist eða mér var kennt að festana stilla skottið þannig af. Fyrir með tvinnan þetta aftur á, klip með þetta í burtu og búkurinn á þessari flugu er úr annarkvort svartir ull eða svörtum sel. Og mér var nú ekki sel þegar ég las það, þetta var svartur selur. En ég sel það ekki dýran en ég keypti það, þannig að við notum selinn. Og það fyndið, það er ekkert að vera hann að fyndin á ensku. Ég þurfi ekki í ensku útgáfuna af vídeónu, þá er ekkert þetta grínast svona með orðhengilshætti. Dubbing boxið mitt hérna, eitt af nokkrum. Þetta er sem sé box sem er svona, bara sýna ykkur þetta. Þetta er sem sé bara svona spúnabox með svona hólfum í sem ég keypti einhvern tímann fyrir mörgum árum. Setti dubbingefni í það, boraði göt á þetta. Þannig að þetta er svona bara eins og skammtari fyrir dubbingefni. Mjög sniðugt og ágætis lausn á því. Svona fiskibox og veiðibox fást hingað og þangað. Þetta er til rugl í flugubúlunni og fleiri stöðum. En úr því við ætlum að nota selinn, þá áður við byrjum á að dubba, þá er ég búinn að setja ávalt silfur sem er vöfin á flugunni. Svo tökum við bara passlega mikið af svörtum sel og vefjum honum á þráðinn. Og þetta er bara einfalt dubb. Þetta er ekki svona splitt þráður eða neitt þannig og við setjum bara lítið í einu af hárum og stillum þetta þannig af að búkurinn á flugunni sem sé frekar þykkni þegar það framdregur. Það á ekki að vera neitt eitthvað svakalegt mál að stilla þetta þannig að svo kemur dubbið hérna sjáðu. Þetta bara lúkkar ágætlega. Ánægður með þetta. Svo kemur ávala silurið yfir þetta andstæða átt. Einnig viðbót hérna svona. Svo þarf ég að vefja að halda þessu við, grípa silurið hérna svona. Nú má maður ekki sleppa tvinnanum. Næstu því. Þetta er hérna í honum ennþá, bara tökum við aðeins í þetta, sem við hérna. Og súrum þetta alveg pikkfast þetta niður. Svona og neglum þessu í burtu. Og hún má alveg vera hérna pínu pödduleg og ef þið viljið hafa hana pöddulega og sem sé dubbið tókst ekki betur kannski heldur en hjá mér, þá er ekkert mál að fara með nálina sem við í dubbið og rífa aðeins upp úr selnum. Það verður ekkert spurður neitt að því. Þá verður hún aðeins pöddulegri ef við farið hringinn með nálina og þetta er eins og ég segjum, þetta er bara ég er bara að sýna ykkur þetta hvernig ég ger þetta ef ég vil fá hárin til að standa út. Og svo með þetta þá get ég tekið dubbið svona aftur á bak. Reynda að venja það svona í þessa átt. Ef þið svo eru ekki ánægð með þetta, þá bara, takið þessi löngu hárina burtu sem ykkur finnst vera fyrir ykkur en það er nú einu sinni þannig að þessi fluga mun veiða alveg, þetta er alveg gríðarlega sterk silungafluga. Skeggið á þessari flugu, það er svartur hani, monthani, veit sig ekki, og
Við ætlum bara að gera klassísk skeggin en ekki gera kragan, það er, hún er nógu loðin fyrir. Þá snúum við þessu bara hérna upp, snúum vasnum, komum með eina lúpu hérna yfir þetta, 2 lausar, þá getum við stillt þetta af, sjáu þið. Áður við herðum þetta alveg niður, þá getum við svona dregið, sjáu þið, dregið fanirnar til í þá stöðu sem við viljum hafa þær. Það má alveg koma einn biti af skeggi í viðbót, þannig að einn klípa af fönum í viðbót til þess að það sé hérna meira áberandi. Þetta er nú meira að menn sé að ofdressa væng á flugum heldur en skegg, en það er örugglega hægt að ofdressa skeggi líka. Þetta er alltaf tilraun til þess. En þá sjáum við, þá er þetta svona stendur þetta svona aftur úr og sjá, það er að fá þetta hérna upp. Þannig að þetta sé svona. Nú megum við bara herða, taka þétta vafninga hérna. Þá er skeggið bara eins og komið í þá stöðu sem ég vil hafa það. Kannski að stytta þetta pínku lítið, en svona. En það er bara, eins og ég segjum, bara smekksatriði líka. Hvar með vilja láta skeggið vera. Nákvæmlega. Svo klippum við þetta í burtu. Þannig sé þetta auka efni hérna, eða þessar fanir. Svona. Og við með þetta svona. Þá er bara vængurinn eftir og við ætlum að nota stokkandi vænginn, og að því hann leggst hérna yfir hárin hérna, þá er ekkert mál og ekkert að því að klippa þess ofan af hárunum hérna, þannig að þau séu ekki fyrir vængnum. Þannig að vængurinn fái svona sitt space ofan á toppnum á flugunni. Við erum þessi að nota til, bara alveg svo í til Blue and Silver, og tökum hérna smá chunk af fjörunum, kannski meira eða þessu. En þessi fluga er svona sem þetta greiðlega sterk fluga í silung, og hún er líka þeim hæfileikum gædd að hún veiðir lax líka. Þetta er greiðlega veiðin fluga. Það er svo sem sama með til Blue and Silver, það er alltaf einhverjir laxar skráðir á hana ef hún er notuð. Það er alltaf einhver lax sem hleypur á þetta. Svona. Taka minnið hérna úr þessu, taka þetta í burtu. Þetta svona, þannig að þetta leggist fallega yfir búkinu. Þau muni hvað ég sýndi ykkur. Það er að snúa eitthvað upp á þegar þetta og taka úr þeim minnið alveg. Svona. Við prófaði að festa þetta niður svona og klippa svo þetta framan af. Svona. Svo klippum við hér. Nú myndavélina að vera batterislaus, hún að pípa hérna á mér rauðu ljósi. Það var vonað að þetta klárist ekki fyrir lokin á vídeóinu, en svo formum við bara hausinn á flugunni hérna. Zoomum þetta aðeins út úr þessu hérna til að sjáu fluguna við fulli stærð og lengt. Og þá er bara hnúturinn eftir, hausnútur, og snirta þetta aðeins hérna. Það er bara hausnútur og svo hvorki meira nei minna en lakk yfir þetta. Þá er Teal and Black tilbúinn. Teal er fjöðrin, vængfjöðrin það er að segja, og öndin, Eurasian Teal, ef ég man rétt þá er það urtönd. Þannig að þetta er skýrt bara eftir í rauninni nafninu á fuglinum sem að notaður í þetta. Lökkum þetta svona, það er ekki meira. Vel lakkað og þá er þetta klárt í næsta túr í vor. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, þeir mig endilega setja like á vídeóið, gera áskrifendur á rásinu og deila vídeónum. Ef þið eru með einhverja spurningar þá bara sendið tölvupóst á flugursmiðjan@gmail.com
og já, þangað til næst bara, þá þakka ég kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.